Eh, Góði gestir, ráðherra, við ætlum að vera hér og ræða aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum næstu 3 tímana. Markmið okkar í málefnahóp Öryrkjabandalagsins að skoða stöðuna, hvar stöndum við varðandi þá hluti sem við höfum samþykkt að gera. Eflaust munu koma hér inn ábendingar varðandi hluti sem við þurfum líka að gera, en við ætlum að fókusera númer 1 á aðgerðaráætlun í heilbrigðismálum. Markmið okkar að við förum héðan út með nokkuð góða mynd af því hvar við stöndum varðandi þessa áætlun. Ég ætla ekki að halda langa ræðu hér, þó að það sé mitt uppáhald. Hins vegar skulum við athuga það, við þurfum að halda hér tíma. Fyrirlesarar hafa ákveðinn tíma. Ég mun gefa kost á spurningum ef ég met svo að við höfum tíma til þess. Þannig að ég verð einvaldur í því, kannski fá sumir spurningar en aðrir ekki. En ég gef Svandísi Svavarsdóttur orðið. Gólfið þitt. Fundarstjóri, góðir fundarmenn og konur. Yfirskriftin hér lítur að því að við ætlum svolítið að taka stöðuna. Við ætlum að taka stöðuna á geðheilbrigðisáætlun sem nú í gildi og hefur verið samþykkt á Alþingi. Forsagan sú að það gerist á árinu 2014 að það kemur fram þingsályktunartillaga á Alþingi það að það sé rétt að Alþingi ákveði forgangsröðun verkefna í geðheilbrigðismálum og feli svo ráðuneytinu, þá velferðar og í framtíðinni heilbrigðis, að uppfylla þessa áætlun. Þetta ekki venjan í íslenskri stefnumótun að þingið í raun og veru taki ákvörðun það að gera áætlun þar sem farið yfir hvert mál á fætur öðrum. Þingið samþykkir svo áætlunina árið 2016 sem sagt til 4 ára og núna erum við stödd miðja vegu og ég taldi það strax þegar ég tók við í ráðuneytinu rétt að óska eftir því við ráðuneytið að gera stöðuskýrslu þannig að við getum sagt Alþingi hvað við værum komin langt. Erum við komin áleiðis með allt, eitthvað sem við erum ekki byrjuð að skoða og svo framvegis. Þannig að á miðju tímabili vorum við að tala þetta mál í þinginu, núna fyrir nokkrum vikum, og á miðju tímabili erum við að tala þessi mál hér og ég vil þakka Öryrkjabandalaginu fyrir þetta frumkvæði. Við erum auðvitað sem betur fer í miðri vitundarvakningu geðheilbrigðismál sem endurspeglast meðal annars í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og í þessari geðheilbrigðisáætlun sem í gildi frá því fyrir þessa ríkisstjórn sem nú situr. Stjórnvöld og almenningur vilja setja þessi mál í forgrunn og það ekki bara á Íslandi sem við viljum gera það. Það allan heim sem áherslan sem betur fer að færast yfir á það að við getum ekki talað heilbrigðismál almennt öðruvísi en að tala geðheilbrigði. Ég hef stundum sagt það að geðheilbrigðismál eru og hafa verið jaðarsett í heilbrigðisumræðunni og heilbrigðisþjónustunni og innan geðheilbrigðisþjónustunnar hafa fíknimálin verið jaðarsett. Þannig að það má segja að fíknimálin séu á jaðrinum og það okkar verkefni að færa og flytja þessa umræðu nær miðjunni, nær því að hún sé alltaf partur af því sem á dagskrá. Markmið skýrslunnar sem ég gaf Alþingi á dögunum og ráðuneytið
var stöðu geðheilbrigðismála á Íslandi almennt, ekki bara einstakar aðgerðir áætlunarinnar sem núna eru til umfjöllunar. Markmiðið var að sjá hvar við erum stödd, helstu áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og að við öðluðumst skýrari sýn á það á þeim grundvelli hvert við vildum stefna. Eins og ég sagði þá geðheilbrigði ein af grundvallarforsendum heilbrigðis. Það er að segja að við vitum sífellt betur hin órjúfanlegu tengsl andlegrar og líkamlegrar heilsu sem að kannski bara fyrir örfáum árum fólk var ekki með almenna meðvitund og Geðhjálp hefur til að mynda núna útbúið sérstakan tékklista og plakkat fyrir heilsugæsluna til þess að gæta sérstaklega tengslum áfalla í bernsku við mögulegan heilbrigðisvanda síðar á ævinni. Og heilsugæslan og heilbrigðis starfsfólk þar sífellt betur meðvitað þetta. Einstaklingar sem að hafa góða geðheilsu, þeir finna fyrir andlegri vellíðan sem gerir þeim kleift að nýta hæfileika sína, njóta sín í leik og starfi, ná sínum persónlegu markmiðum, taka virkan þátt í samfélaginu á gefandi hátt og takast á uppbyggilegan hátt við það álag sem óhjákvæmilega fylgir lífinu. En geðheilbrigðisvandi einn af stærstu viðfangsefnum samtímans á heilbrigðissviði. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin telur að eftir 2 ár muni geðheilbrigðisvandamál vera 15% alls heilbrigðisvanda í heiminum. Einn af hverjum 4 einstaklingum glímir við geðheilbrigðisvanda einhvern tímann á ævinni. Geðræn vandamál koma að jafnaði snemma í ljós og helmingur geðraskana komin fram á táningsárum og 75% geðraskana eru komnar fram fyrir þrítugt. Það að ræða gríðarlega stóran þátt í útgjöldum heilbrigðisþjónustunnar og efnahagslegri byrði allra þjóða og talið að þessi byrði fari vaxandi. Þarna fara þess vegna gríðarlega miklar áskoranir og við þurfum að beina sjónum okkar enn frekar að forvarnaþættinum heldur en þjónustunni einni saman. Það hafa auðvitað átt sér gríðarlegar framfarir í þessum málaflokki á síðustu áratugum og þar má segja að miðlægt liggi algjörlega áherslan á mannréttindi og valdeflingu notenda. Og það einkennir alla nútíma geðheilbrigðisumræðu. Það aukin áhersla á notendamiðaða þjónustu í nærumhverfi og það að draga úr stofnanavæðingu. Það sömuleiðis mikilvægt framfaraskref að áhersla aukin á rétt fólks til geðheilbrigðisþjónustu sem vísindalega hefur verið sýnt fram á að skilar árangri. Þar viljum við og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin leggja áherslu á það að þeir sem glíma við geðheilbrigðisvanda eiga sama rétt, samskonar kröfu á það að njóta þjónustu sem byggir á gagnreyndri þekkingu. Annar þáttur mjög mikilvægur í þessari umræðu og það samvinna í geðheilbrigðismálum og þá ég ekki að tala samvinnu einstakra stofnana innbyrðis, heldur að tala samvinnu kerfana okkar allra. Það er að segja að við segjum ekki bara að geðheilbrigðismál eða heilbrigðismál varði bara heilbrigðisþjónustuna og bara heilbrigðiskerfið. Heldur viljum við segja miklu frekar að geðheilbrigði þjóða snúist líka menntakerfi. Það snúist líka öfluga félagsþjónustu, það snúist líka dómstólana, það snúist atvinnulífið, menningarlífið, það snúist samgöngumál og skipulagsmál. Allir þurfa að vinna saman, allt samfélagið. Og að því að við erum hér á vettvangi Öryrkjabandalagsins og helstu mál sem Öryrkjabandalagið hefur fjallað og lúta auðvitað að daglegri framfærslu og kjörum til þess að lifa mannsæmandi lífi og það algjörlega ljóst að fátækt breyta sem að hefur bein áhrif á heilbrigði og ekki síst á geðheilbrigði. Í stefnunni og aðgerðaáætluninni í geðheilbrigðismálum, aðgerð A1 einmitt fjallað samvinnu af þessu tagi en þar segir beinlínis bundið verði í lög að ríki og sveitarfélög geri með sér samstarfssamninga útfærslu samþættrar þjónustu við einstaklinga með geðraskanir. Við
hyggjumst skipa starfshóp á næstunni til að undirbúa lagabreytingar sem eru nauðsynlega til að hrinda þessu í framkvæmd. En það ekki vegna þess að við höfum ekki hafið nein slík verkefni, vegna þess að það eru nokkur verkefni sem þegar eru komin á stað og varða samstarf þessara aðila einstaka þætti og ekki síst forvarnir og snemmtæka íhlutun í þágu barna og ungmenna. Ég mig langar að segja ykkur hér nokkur orð og ég vona ég sé ekki að synga upp á náðina með tíman. Að á dögunum þá sótti ég alþjóðlegan fund ráðherra geðheilbrigðismál í London. Þar, nú í byrjun október, var 2 daga ráðherrafundur geðheilbrigðismál, þar sem að ráðherrar heilbrigðismála komu saman og þarna voru fulltrúar frá yfir 60 þjóðríkjum. Og færasta fagfólk og frumkvöðlar á þessu sviði og sérfræðingar á sviði stefnumótunar voru að bera saman bækur sínar þennan málaflokk. Þar var mjög mikil áhersla og ég að tala að þarna var fólk frá allri jarðarkringlunni, ef svo má segja, bæði frá Afríku, Asíu, Evrópu, Bandaríkjunum, Ástralíu og fleiri stöðum. Og áherslan á fundinum var mjög mikið á það að leiðtogar heims tækju höndum saman það að sjá til þess að geðheilbrigðismál og aðgerðir í þessum málaflokki séu þar settar að málaflokkurinn fái það vægi sem honum ber. Allar þjóðir heims, það alveg sama hvaða þjóðir það voru í þeirri stöðu að geta gert betur í geðheilbrigðismálum. Það var enginn þannig stattur að viðkomandi gæti bara tikkað í öll boxun og sagt, þetta alveg 100% hjá okkur og þið getið lært af okkur. Auðvitað eru þjóðirnar vel á vegi staddar, en það samt þannig að allir geta gert betur og sérstaklega í því að samþætta þjónustuna og fjármagnana betur og færa hana nær miðjunni eða svona megin strömmnum í umfjöllun heilbrigðismál, heilbrigðismál almennt. Þessi fundur markaði upphæðið að árlegum alþjóðlegum ráðherrafundum þetta mál og næsti fundur verður haldinn í Hollandi. Fram að þessu þá hefur áherslan í heiminum fyrst og fremst verið lögð að mæta þörfum þeirra sem þurfa á gagnreyndri heilbrigðisþjónustu að halda, en áherslan hefur nú verið að færast í ríkari mæli á þörfina fyrir víðara sjónarhorn. Það að segja að beina sjónum að því að efla geðheilbrigði almennt í samfélögunum með stóreldum forvörnum og snemmtækri íhlutun og þessari heildarsýn sem ég vék að hér áðan. Í takti við þessar áherslur núna í mars fyrirhugaður norrænn toppfundur geðheilsu í Reykjavík á vegum velferðarráðuneytisins í sambandi við formennsku Íslands í norrænu ráðherranefndinni 2019 og það mikilvægt að hafa þar hugfast og í því samstarfi að góð geðheilsa og líðan byggist á ákveðinni færni og ákveðinni þekkingu á eigin tilfinningum og færni í því að takast á við þær, þekkingu á eigin styrkleikum, þekkingu á eigin veikleikum og færni í því að nýta sér þá sem best í því sem að drífur á dagana. Slíka þekkingu og færni hægt að kenna, kannski miklu meira heldur meðvituð að gera. Það hægt að kenna og það ábyrgð samfélagsins að kenna börnum sem vaxa úr grasi og að komast til manns að kenna þeim þessa færni þannig að þau eigi hana í farteskinu. Skólakerfið eðlilegasti og ákjásanlegasti vettvangurinn til slíkra kennslu og toppfundurinn geðheilsu mun sérstaklega þessu hlutverki skólana. Titill fundarins verður skólinn sem vettvangur geðræktar, forvarna og snemmtækra íhlutuna. Ríkisstjórnin samþykkti síðastliðið sumar að forgangsraða verkefnum til þess að hægt væri að ná heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna innan 12 ára og undir markmiðin sem ríkisstjórnin hefur samþykkt að forgangsraða lúta meðal annars að geðheilbrigði og vellíðan ásamt því að efla forvarnir og meðferð vegna vímuefnanotkunar og draga úr ótímabærum dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma en smitsjúkdóma, þar á meðal sjálfsvíga. Þetta þrennt flokkast allt undir geðheilbrigðismál. Örfá orðum það sem framundan þar vil ég setja fremst samráð við notendur geðheilbrigðisþjónustu, en framvegis mun ráðuneytið halda óformlega fundi með fulltrúum samráðsvettvangs geðúrræða á höfuðborgarsvæðinu og mögulega öðrum þeim sem að málaflokknum koma. Fundirnir verða haldnir að vori og hausti á hverju ári. Á fundunum mun staðan í geðheilbrigðismálum vera rædd og áformum næstu skref reifuð og kynnt. Einnig verða rædd þau mál sem brenna á fulltrúum notenda hverju sinni, enda það sjónarhorn gríðarlega mikilvægt.
Markmiðið er að þessi gagnkvæmu samráðsfundir ná að tengja betur saman notendur þjónustunar og ráðuneytið og byggja þannig upp trausta samvinnu hvað varðar stefnumótun og veitingu þjónustunar. Áherslan verður þar lögð á lausnamiðaða samvinnu með réttindi og þarfir notenda að leiðarljósi og þessi mannréttindasjónarmið sem ég ræddi hér áðan. Fyrsti fundurinn er fyrirhugaður nú í desember. Stefnan sem við erum með undir hér á þessum fundi gildir til ársins 2020, þannig að nú þegar höfum við hafið undirbúningsvinnu í ráðuneytinu að næstu skrefum og þeirri stefnu sem tekur þá við, framtíðarstefnu í geðheilbrigðismálum. En að lokum vil ég segja að geðheilbrigði þjóðarinnar er á ábyrgð okkar allra. Við stöndum frammi fyrir einstökum tækifærum til þess að ná framförum í þessum málaflokki og sókn á þessum vettvangi þarf að byggja á þessari grundvallarkröfu að það séu mannréttindi og siðareglur í forgrunni, virðing fyrir fólki og rétti þess til upplýstrar þátttöku og hvað varðar eigin meðferð. Fólk þarf að hafa aðgang að upplýsingum árangursríkar og gagnreyndar meðferðarleiðir sem byggjast á vísindalega raunprófuðum aðferðum. Í framtíðinni verður samfélagið alltaf vinna saman og ekki síst í þessum málaflokki að því að stuðla heilbrigðara samfélagi. Það verður að vera skýrt hver gerir hvað og með hvaða hætti við vinnum saman að okkar sameiginlegu markmiðum. Það verður að vera fyrir hendi hvatar í samfélaginu, í heilbrigðisstefnu og annar staðar fyrir lausnamiðaðri samvinnu. Við þurfum öll að taka höndum saman sem sterkt og manneskjulegt þjóðfélag og standa vörð geðheilbrigði okkar sjálfra og barnanna okkar. Samfélag sem gætir að geðheilbrigðismálum, samfélag sem setur geðheilbrigðismál í víðum skilningi á dagskrá er betra samfélag fyrir alla. Góðir fundarmenn, því miður get ég ekki verið með ykkur hér í framhaldinu. Ég er einmitt að fara að vera viðstödd hér opnun á nýju geðheilbrigðisúrræði í Reykjavík. En ég vona að þetta verði árangursríkur og góður fundur hér og minn fulltrúi úr ráðuneytinu situr hér og tekur nótur og tekur þátt líka hér í pallborði eftir sem mér skilst. En gangi ykkur sem allra best í dag og áfram í ykkar mikilvægu störfum. Takk.